Þá segi ég fund settan, 10. fundur sveitarstjórnar Rangárþings Ytra, býð ykkur velkomin til fundar. Fundur hefur frestast af tæknilegum ástæðum 27 mínútur, en við leggjum í hann og það fyrirliggjandi dagskrá. En ég legg til að við bætist liður 24 fyrirspurnir frá álista frá 11. febrúar 2015. Eruð þið sátt við það? Já. Og skoðast það samhljóða. Og þá að venju áður en gengið formlega til dagskrár að þá gef ég sveitarstjóra orðið það sem helst hefur verið á baugi milli funda. Já, takk fyrir það. Það nú að mörg að taka, það er nú bara svo skemmtilegt í þessu sveitarfélagi okkar að það margt að gerast. En ég skal nefna hérna nokkur atriði, það nú kannski það sem við erum á kafi núna, það þessi endurskoðun fyrir árið 2014, hún komin á fullt og ársreikningagerð og svoleiðis, þannig að það bara á áætlun. Og sömuleiðis má segja svona almenntur rekstur sveitarfélagsins að reksturinn bara jafnvægi, bara eftir eins og við höfum áætlað og ekkert óvænt í því. Nú, það sem áberandi þessa dagana auðvitað þessar viðræður okkar við Ásarhrepp öll þessi sameiginlegu verkefni, það undir á þessum fundi fundagerðir, þannig að ég finn ekki nánar út í það, en það heilmikið að gerast í því hjá okkur. Nú, sömuleiðis má nefna það fréttir af skipulagsmálum gagnvart landmannalögum. Við áttum hér fundi í morgun með stjórn Ferðafélags Íslands og ágætu fundur, og þannig að þau mál svona eru þokast áfram bara í þeim takti sem heppilegt það að segja að halda áfram að vanda okkur við þetta verkefni. Þá má nefna vinnu við skipuleggja hesthúsagarði hérna á Gaddstaðaflötum. Það bara komið þó svolítið langt og hópur sem hefur verið að vinna í því. Nú það má nefna úttekt eða frumhönnun og kostnaðarathugun á því að ljósleiðaravæða Rangárþing Ytra, að það svona á lokametrunum og skýrsla nánast fullbúin það er svona verið að lesa yfir og gá hvort það vantar eitthvað inn, einhverja bæi eða hús hjá okkur, þannig að það mun birtast bara næstu dögum væntanlega í þeim stjórnum fyrir næsta fund okkar. Nú, síðan mikið að gera í alls kyns fundarhöldum auðvitað. Það eru ráðstefnur framöndan í sveitarfélaginu, bæði hér á Hellu og eins í Gunnarsholti, brýnmál, skipulagsmál og endur nýtingu og flokkun á úrgangi. Síðan nefna kannski 20 viðbóta úr þessum samstarfsverkefnum að við auglýstum eftir varðstjóra hjá Brunavörnum Rangárþings og það komu umsóknir, og það verður sem ég farið yfir það núna eftir helgina til að finna út úr því. Og síðan vil ég nefna það að skólastjóri til allnokkur ára tónlistarskólans, hann sem sé hefur sagt upp Laszlo og fluttur heim á ný til sín og allt gott það að segja, en það þýðir það að við þurfum að auglýsa eftir nýjum skólastjóra. Þetta það sem dettur í hug að nefna. Margt fleira mætti tína til. Þetta það helsta. Ég hef litlu við að bæta. Það var góð yfir það. Eitthvað sem þið viljið spyrja út í þessum efnum. Ef svo ekki, þá haldum áfram. Þá það fyrsti liður, aðalskipulag Rangárþings Ytra. Það stóð til að sveitarstjórn myndi funda með fulltrúum skipulagsstofnunar, en það reyndist ekki mögulegt að þau kæmu til fundar við okkur í dag því miður, en við höldum málinu vakandi og munum sæta færis við fyrsta endurleika. Og málinu þar að leiðandi frestað. Það var liður 2,
Það eru dagdvalir í Rangárþingi ytra. Fyrir fundunum liggur erindi og það tillaga að sveitarstjóra verði falið að skipuleggja fund í samráði við samstarfs sveitarfélög og þjónustuhóp aldraðra til að fjalla þessi mál, mikilvægu mál. Jafnframt verði óskað eftir kynningu frá SAS á nýrri skýrslu stöðu greiningu sjúkraheimila á Suðurlandi. Eitthvað sem þið viljið ræða þetta. Ef svo ekki, þeir sem geta samþykkt þetta geðmerki, samþykkt samhljóða, þá það liður 3, umsókn lóð að Dinskálum 20. Fyrir liggur umsókn lóðina frá Gassa Hellu EHF og það tillaga að sveitarstjórn samþykki úthlutun á lóðinni en vísi hvernig var þetta orðað? Sveitarstjórn samþykkir umsóknina og felur byggðarráði að kalla eftir frekari upplýsingum byggingar áform til staðfestingar á næsta fundi. Orðulaust þetta. Enginn hversi hljóð. Kannski þarf þetta ekki að vera á næsta fundi byggðarráðs. Þetta nógu skýrt svona? Já. Það ekki rétt það? Ráðsins. Fundi ráðsins, þá fer þetta ekki milli mála. Takk fyrir þetta. Þeir sem geta samþykkt þetta geðmerki. Samþykkt samhljóða. Þá förum við í liði 4, frístundalóðir, viðmunarverð. Það liggur fyrir tillaga að viðmunarverð fyrir þær frístundalóðir í eigu sveitarfélagsins sem ætlaðir eru til að selja verði tvískipt. Annars vegar fast verð fyrir hverja lóð 750.000 krónur sem ætlað að standa undir kostnaði við skipulag og því tengdu. Hins vegar verði landverð 500.000 krónur á hektara. Eitthvað sem þið viljið ræða þetta? Margrét Herbergsson. Kannski bara ein spurning. Hefur einhver verðskrá verið? Hafa þær verið seldar hingað til og svona hefur einhver viðmiðunarverðskrá verið? Ágúst, við ekki láta þig hafa þess að flækju. Já, ég skal finna svar því. Þetta auðvitað sjálfur sér ekkit alveg einfalt að finna eitthvað svona viðmiðunarverð en þetta nú út frá því sem hefur verið í gangi. Og það hefur svona, þetta mjög nálægt í svona meðalverði sem lóðir hafa selst á svipaðri gerð. Reyndar hafa verið náttúrulega svolítið breytingar á síðustu 10 árum í þessum verðum. Má segja að verð fór mjög niður á tímabili en eru svo á uppleið aftur, þannig að þetta svolítið komið á sama stað að þetta var fyrir nokkrum árum síðan. Og ég kannski bara tjá mig það, ég held að sé svolítið skýrt að hafa þetta svona tvískipt vegna þess að það kostar auðvitað sveitarfélagið ákveðna fjármuni að koma þessu í seljanlegt horf og þannig að það sé fólk fái það mjög skýrt fram fyrir hvað er verið að borga í rauninni. Og svo má einnig segja að þær lóðir sem við höfum til sölu að þetta eru mjög svipur landsvæði, þetta er svona landgerðin er svipur. Ekki fleira. Takk fyrir þetta, Ágúst. Sko, það mætti kannski aðeins bæta við þetta að það voru seldar þó nokkrar lóðir rétt fyrir hrunið mikla þegar verðið var í hæstum hæðum. Og
síðan í kjölfarið var mikil óánægja með þetta og þá held ég að muni það rétt að þetta hafi verið tekið til endurskoðunar og eitthvert viðmiðunarverð hefði verið sett á 11-1200.000 á hektaran á þessum lóðum. Margar af þessum lóðum eru jafnvel 2-3 hektarar og þá má segja þá að hver hektari sé að borga alltaf stofnverð, þannig að þetta er kannski sanngjarnara að skipta þessu svona gagnvart þessum stærri lóðum og að 500.000 sé svona ríflegt landverð eins og gengur og gerist, en það sé búið að taka kostnaðinn út fyrir svega sem að kostar að gera þetta. Ég lít þannig á og kannski væri rétt að bæta því þarna við að þetta eigi við lóðirnar við sem sagt Gaddstaði eða við Hrófslækinn eða Varmadalslækinn eða Sellækinn eða hvað ég maður kalla og upp í Merkihóli, þar sem við eigum þessar lóðir til í þessum skipulögðu hverfum. Svo eru þetta til ein lóð sem að við eignuðustum úr Svínhaga, þar sem að í gegnum uppbóð, þar sem vorum að verja lóðið og það auðvitað kannski á ekki við þetta, heldur tæki þá miða markaðsverði á því svæði sérstaklega. Og ef eitthvað fleira og annað kemur upp að þá er það bara metið sérstaklega. En orðið laust. Ágúst. Ég tek bara undir það, ef ekki bara bæta hann inn í, þá er þetta bara mjög skýrt. Þetta eru þessu 2 skipulögðu svæði sem við erum að tala um. Það er ekkert annað. Það er ekki annað. Og þess vegna kannski bara til að koma í veg fyrir misskilning að þetta bara eigi við þessi svæði. Og ég held að það sé ekki nokkur spurning, þetta er bara sanngjarnt verð, þetta er í kringum gangverð og vonandi bara verða einhverjir áhugasamir. Þar sem að er nú batnandi tíð og allir vita að það er gott að vera í sveitarfélagi. Enginn þarf að efast það. Þá liggur tillagan svona fyrir, lagt til að viðmiðunarverð fyrir þær frístundalóðir í eigu sveitarfélagsins sem áætlanir eru að selja á Gaddstaðaflötum og Merkihóli sé tvískipt, annars vegar fastverð kr. 750.000 á hverja lóð sem ætlað er að standa undir kostnaði við skipulag og þess háttar, hins vegar landverð kr. 500.000 á hektar. Þeir sem geta samþykkt þetta gefur merki. Samþykkt samhljóða, orðliður 5, skipulagsmál, vindmyllur, kynnisferð. Ágúst, gjörðu svo vel. Já, ég skal segja frá þessu aðeins, það hefur verið þeir hafa verið með í undirbúningi nágrannar okkar hér í Árnessýslu að fara í svona kynnisferð á svæði þar sem svipar til okkar, þar sem búið er að byggja upp vindlundi og líkt og við erum alltaf að fjalla um hér og það var nú allnokkur ásókn í að komast í þessa ferð. Það eru margir sem hafa áhuga á þessu, sem eru að fást við skipulagsmál hérna á þessu svæði. Þannig að mér finnst að fyrir okkar sveitarfélag sé eiginlega nauðsynlegt að við eigum fulltrúa þarna. Þarna verður með í för, þetta eru oddvitar sveitarfélagana hérna í Árnessýslu, í uppsveitum Árnessýslu sem fara í þetta ásamt með 2 fulltrúum frá skipulagsstofnun. Þannig að skipulagsstofnun er í rauninni að skipuleggja ferðina og í samvinnu við skosk skipulagsyfirvöld. Og við sem sé erum það heppin að það er hægt að koma einum með í þessa ferð. En mjög mikil ásókn í hana og það má segja kannski við höfum gjarnan velja að senda þess vegna fleiri en það er nauðsynlegt að einn fulltrúi okkar fari, finnst mér. Og
og mér finnst rétt að það sé okkar oddviti og formaður skipulagsnefndar sem að verður til síðan að koma heim og halda námskeið fyrir okkur hinn út á hvernig skotar fara að þessu. Takk fyrir þetta, Ágúst. Orðið laust. Karl, gjörðu svo vel. Er komin einhver kostnaðar áætlun á þetta ferðalag og þá af hvaða lið myndum við taka það? Gjörðu svo vel, Ágúst. Jú, það svona, ekki kannski alveg upp á krónu, en fargjaldið, sem sé flugið, svolítið dýrt. Það flugið sem sé á Glasgow, það kostar 80.000, ódýrasta fargjald. Og síðan þetta bara gisting, og þetta nálægt til að vera 15 til 20.000 nóttin á þessum hótelum, eða gistiheimilum. Þannig að þetta nú kostnaðurinn. Síðan erum við í boði, sem sé hópunum verður í boði skotana, þannig að ég vona því að allur kostnaður verður hafður í lágmarki. Þannig að við erum þarna, en enga síður kostar þetta, það náttúrulega hreinlegur. Við leggjum til, fórum yfir þetta veiðþóra, að þessi kostnaður myndi greiðast það bara á lið sveitarstjórnar, 21.011. Takk fyrir þetta. Ingu Kjallkjörsvöld. Þú talaður námskeið. Þetta lofa upp í erminn á þér. Megum við fá kynningu á þessu svo þegar komum við tilbaka frá þér eða samferðamönnum? Að sjálfsögðu þá á þetta að vera vinnuferð þar sem að þarf að skila af sér því sem að hefst með ferðinni og við verðum að trúa því að ferðin verði til gagns og það er bara mikið atriði og líklega eru fá eða ekkert sveitarfélag á Íslandi sem að hefur fengið að njóta áhuga þeirra sem að eru í vindmylluútgerð, ef að svo mætti segja, og það eru þetta mikið fagnaðarefni sem ber bara liðin hér á eftir og það sem að við þekkjum og hefur komið áður, þannig að ég held að þetta skipti geysilega miklu máli að við fylgjumstum með og séum sækjarnisfær við önnur sveitarfélög í þessu og leggjum okkur fram það að vita sem allra mest hvað við erum að gera. En ég vil bara taka af allan vafa það að ef að ég fer nú í þessa ferð að sem ég tel bara nauðsynlegt að einhver fari þá að sjálfsögðu lýsi ég því hér yfir að ferðin er farin launalaust eða það kemur ekki auka launakostnaður vegna hennar. Má ég spyrja? Gjörðu svo vel. Þessir aðalar sem að bjóða, þetta einhver aðalar sem hafa áhuga á því að setja upp svona garða hérna og hver þetta? Ágúst, gjörðu svo vel. Nei, það er sem sé 2 fulltrúar frá skipulagsstofnun sem eru í rauninni að skipuleggja ferðina með kollegum sínum í Skotlandi, þannig að þetta eru skipulagsyfirvöld rétt eins og við sem eru að taka á móti, hreinlega verið að skoða bara aðstæður og hvernig þeir haga sínum skipulagsmálum í tengslum við svona orkuver. Það er aftur síðan góð ábending og umræða þetta, við þurfum síðan að gæta okkur á því að þeir sem að sýna okkur áhuga í þessu og ætla að byggja eða vilja byggja vindmyllur, að það getur nú verið varhugavert að byggja mikið af þeim í þessum efnum því að við eigum auðvitað að gæta hlutleysis og fyrst og síðast auðvitað hagsmuna sveitarfélagsins. En ekki ofurselja okkur þeim sem að sýna okkur áhuga þó að við eigum auðvitað að sýna þeim allan þann áhuga sem við mögulega getum móti. Ekki fleiri, þá liggur fyrir tillaga að oddviti sveitarstjórnar taki þátt í kynnisferðinni en fulltrúar verða frá sveitarfélögum í Árnessýslu auk fulltrúa frá skipulagsstofnun. Það mætti nú bæta þarna Árnessýslu og Ásarhreppi, er það ekki rétt vitað hjá mér? Það er rétt.
kynning á skipulagi vindlunda og megin tilgangur ferðarinnar. Kostnaður greiðist af lið 21.011 sem kostnaður sveitarstjórnar. Já, eina spurningu, takk. Hérna, er einhver, af því að það voru engin fundargögn undir þessum lið, þannig að maður vissi svo sem lítið þetta fyrir fund, en hérna, er til einhverja lýsing á, sko, er einhver til gögn hvað á að fara að gera, hvað á að skoða og svo framvegis, þannig að maður kannski getum kynnt sér það svona í forsvari, eða fyrirfram. Ágúst. Þetta hefur gerst mjög hratt, þetta mál, þannig að í rauninni ferðaáætlunin er ekki ennþá komin, en hún kemur öllum líkindum í dag. Þannig að þá hægt að senda þetta bara hana á ykkur, sko, þegar hún komin til upplýsingar, en hún var bara ekki komin. En þetta var svolítið að hrökkva eða stökkva, sko. Það neyðarlega lítill fyrirvara á þessu í raun og veru og það svolítið sérstakt að það eigi að fara út á mánudaginn og eins og þú segir, það liggur ekki fyrir nákvæmlega hvað á að gera eða hvert verður farið en í raun og veru leggjum við traust okkar á það að Skipulagsstofnun og skipulagsyfirvöld í Skotlandi muni hafa prógrammi þannig að það verði áhugavert og ég held að þurfi ekki að efast það. Fleira? Já, líka, varandi líka eins og það talaði annað kostnaður sé greiddur á Skotum. Er þetta frá skoskum skipulagsyfirvöldum eða er það einhverju vindmyllu? Skoskum yfirvöldum. Skoskum yfirvöldum, já. Engum einkafyrirtækjum eða neinu svoleiðis. Þannig að það sé úr hreinu. Þá ber ég framlagða tillögu til atkvæða þeir sem geta samþykkt hana, gefið merki. Einhverjur á móti, samþykkt með 5 atkvæðum og 2 sitja hjá. Þá förum við í lið 6, ósk samstarf. EAB, New Energy, GmbH. Ætlar að fyrirgeða þess eftir Ágúst, ekki liti. Þú hittir eitthvað ágætt fólk þessu tengt. Já, ég skal fara aðeins yfir þetta. Það sem ég kom hingað í heimsókn til okkar fólk frá þessu fyrirtæki. Og hér bara að ræða einkafyrirtæki sem er alþjóðlegt fyrirtæki í grænni orku, ég hef sagt. Þeir eru bæði að setja upp vindmyllur víða heim og eins sólarorkuver. Og þeir fengu þeir sem sé hafa áhuga á Íslandi líka, þeir eru mjög víða eins og kemur fram í fundagögnum, þeir eru bæði í Suður-Ameríku og náttúrulega út alla Evrópu. Þetta er þýskt fyrirtæki og sem hefur stofnað hér á Íslandi íslenskt dótturfyrirtæki í rauninni. Það er fólk sem býr hér á Íslandi og þeir komu máli við okkur hér. Ég hitti þetta fólk ásamt með skipulagsfulltrúanum. Það var nú ekki með löngum fyrirvara heldur en hins vegar mjög góð kynning sem við fengum hérna og ræddum heil mikið við þetta fólk þessi mál bara almennt. Þeirrast hafa mjög mikla reynslu af þessu mjög víða og síðan gerist þetta bara í framhaldi af þessum fundi ekki fyrir löngu síðan að þá fengum við formlegt bréf þar sem þau óska eftir því að við tökum skoðum það hvort að við séum tilbúin að standa að vilja yfirlýsingu með þessu fyrirtæki samstarf, þar að segja að þeir sem ætla sér að koma upp svona vindorku búi hérna á Íslandi hafa við að ferðast landið. Ég veit nú ekki nákvæmlega hversu víða en í það minnsta eru þau að tala við okkur og þau eru að tala við Norðurþing sem er samskonar beiðni og þannig að þetta er í rauninni bara hér þá til kynningar og umræðu á þessu stigi og
þetta eitthvað sem að þróast auðvitað, það þarf að taka þetta stig á stigi og hvað skuldbindingar við treystum okkur í, en þetta hins vegar virðist vera mjög öflugt fyrirtæki í þessu, svona eftir þessum gögnum að dæma. Hafa byggt upp vindorku við meðal í Noregi, svona í litlu samfélagi þar sem kannski ekki ólíkt okkar. Og þannig að þetta erindi þeirra í rauninni við okkur. Það að liggja fyrir svona fyrstu drög að vilja yfirlýsingu samstarf. Takk fyrir þetta, Ágúst. Þetta auðvitað bara ánægjuefni og vonandi hefum við samleið með þeim að einhverju leyti. Segi ekki annað og ég held að það sé bara það besta mál að hitta þau eitthvað frekar. En orðið laust. Á ég að lesa upp fyrirliggjandi tillögum. Það tillögum með sveitarstjórn taki jákvætt í frekari viðræður við fyrirtækið mögulega sameiginlega viljayfirlýsingu samstarf græna orku. Sveitarstjóra verði falið að afla frekari upplýsinga og undirbúa viðræðufund með fulltrúum EAB. Orðið lausnins tillögum. Margrét Harpa-Kjørsvel. Kannski ef að svona viðræðufundur verður að maður þá tækifæri á að hlýða, koma á hann. Hvort sem sveitarstjórn eða skipulagsnefnd, bara svona nái, og kannski með smá meiri fyrirvara heldur en þegar þau komið hann í janúar, það var búið með dagsfyrirvara. Þannig að ég komst til þess ekki á hann, ég hefði gert mann að vilja hlusta á þá kynningu, bara svona aðeins, já, til að vita aðeins meira hvað málið snýst, þannig að endilega hafa meiri fyrirvara á því, ef mann verið búið. Takk fyrir þetta, Ágúst. Já, ég tek undir það, ég meina að það væri auðvitað tilgangurum með því að undirbúa slíka fund, að við getum allir hitt þetta fólk og þetta var boðað með stuttum fyrirvara, það var nú af því að bara aðalforstjórinn var bara að fljúga hérna og millilendi hér, þess vegna var nú ekki meiri fyrirvara því og hérna, en það er ekkert mál að hafa meiri fyrirvara. Meiri fyrirvara og tilgangurinn við þetta að gefa fleirum kost á því að hérna hlýða á erindið boðskapinn. Það sjálfsögðu. Fleiri hafa ekki kvælt sér ljós, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða til sem að geta samþykkt hana, gefa merki, samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 7, vinnureglur upptökur af sveitarstjórnarfundum til að beiðni fulltrúa álista. Yngvi Karl, þú fylgja þess að þeim. Já, og við erum hérna aðeins að svona hnippa í gamla syndir. Má lesa bara. Fulltrúar álista í sveitarstjórn óska eftir að sveitarstjóri komi í framkvæmd þeim tilmælum sveitarstjórnar frá síðasta kjörtímabili á 48. og 58. fundi hreppsnefndar að koma með drög að vinnureglum myndbandsupptökur á sveitarstjórnarfundum. Drög að reglum verður lögð fram í síðasta lagi fyrir næsta fund byggðarráðs í mars 2015. Og undir þetta skrifa Yngvi Karl, Margrét Harpa og Sveindís. Takk fyrir þetta. Ágúst, þú fær þennan. Já, hérna, þetta er bara ekkert annað að gera þetta. Tökum bara í þetta, bara sjálfsögðu hlutur. Einhverju fleiri sem vilja kveða þessi ljósa þetta. Svo ekki. Þeir sem að samþykja þetta gefumerki, samþykkt samhljóða, þá förum við í lið 8 til umsagnar frá Alþingi 338. mál, þingsályktun seinkun klukkunar og bjartari morgna. Þetta nú til kynningar en eftir því sem ég skilst hér að þá hefur sveitarstjóri beðið orðið. Já, takk fyrir, Oddviti. Ég bara hefur svona tjá mig þetta mál. Mér finnst þetta að vera á misskilningi byggt. Þetta, þessi þingsályktun
og því að ég sé engin rök í málinu að það sé eitthvað betra að það sé bjart á morgnana og dimmt á kvöldinu eða öfugt og svo þetta er umræða sem hefur lengi verið í gangi og ég tel að það sé komið tími til að slá á þessu umræðu. Þetta er bara tóm vitleysa og ég er hér með tillögu að bókun frá eigin brjósti. Gjörðu svo vel. Og hún er svona: sveitarstjórn tekur undir mikilvægi aukinnar birtu fyrir Íslendinga almennt en tekur ekki afstöðu til þess hvort betra sé að bjart sé árlarmorguns eða síðdegis. Þakka þér fyrir, Ágúst. Þetta eru auðvitað ágætt umræða. Þeir sem að vilja taka daginn snemma að þeir eru auðvitað bara að vakna snemma og þeir sem vilja njóta rökkursins á kvöldin þeir reyna að lúra frameftir og síðan ýmislegt þar á milli, en akkurat í ljósi þessa að það er eitthvað misjafnt sem hendar fólki að þá hefur til dæmis sveitarstjórn Rangárþings ytra valið það að hafa fundi sveitarstjórna og byggðarás yfir miðjan daginn. Þannig að hendi sem bestu öllum hverju sinni. Þess vegna legg ég nú til að sveitarstjórn samþykki tillögu Ágústs algjörlega samhljóða. Það eru engar athugasemdir við það. Þá förum við í lið 9. Takk fyrir. Byggðarráð Rangárþings ytra 8. fundur vísaði til afgreiðslu einstakra mála en fundagerðin að öðru leyti staðfest. Það er 9.1 til umsagnar frá Alþingi, einnig 500. og 11. mál, en það er nú kannski af alvarlegri toga. Það er frumvarp til laga stjórn vatnsþjónustu. Og það liggur tillaga fyrir fundinum sveitarstjórn taki undir sjónarmið Sambands íslenskra sveitarfélaga sem framkoma í umsögn þeirra til umhverfis- og samgöngunefndar frá 18. febrúar 2015 er að ræða gjaldtöku í gegnum sveitarfélögin en eðlilegra væri að fjármagna þau verkefni sem gjaldtökunni er ætlað að standa undir með tekjum ríkisins vegna umhverfis- og auðlindaskatta. Sveitarstjórn leggst eindregið gegn samþykkt frumvarpsins. Orðið laust þetta. Enginn kveður sér ljós, þá ber ég tillöguna til atkvæða þeir sem geta samþykkt hana gefið merki. Samþykkt samhljóða. Þá er það 9.2 til umsagnar frá Alþingi, 500. og 4. mál, frumvarp til laga farþegaflutninga á landi í atvinnuskyni. Það liggur fyrir tillaga sveitarstjórn tekur undir þá hörðu gagnrýni sem fram kemur í vandaðri umsögn SAS eða Sambandi sunnlenskra sveitarfélaga frumvarpsdrögin. Drögin eru ónothæfur grundvöllur fyrir almenningssamgöngur og farþegaflutninga á landi í atvinnuskyni. Orðið lausn þess tillögu. Enginn kveður sér ljós, þannig að ég ber hann undir atkvæði þeir sem geta samþykkt hana gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá fyrir við lið 10, íþrótta- og tómstundanefnd, 4. fundur. 10.1 útnefning íþróttamannesku ársins í Rangárþingi ytra. Yngvi, vilt þú aðeins fylgja þess eftir? Já, það var fundur hérna í íþrótta- og tómstundanefnd þar sem var mikið talað að endurvekja þetta að kjósa íþróttamannesku og það voru svona vangaveltur það hvenær ætti að gera þetta og annað slíkt. En við töldum það svona eðlilegt að þetta yrði svona á haustmánuðinum og ákváðum að leggja það til að sveitarstjórn stæði að því að auglýsa eftir
eftir tilnefningum og sjáum utanumhald þetta. Og þess vegna lögum við það til að þetta yrði gert hér á þessum fundi. Takk fyrir þetta. Ég tek undir þetta og þetta bara í raun og veru ánægjuefni að stíga þetta skref að vekja athygli á því sem vel gert og á þeim sem ná árangri á þessu sviði sem eru sem betur fer fjölmargir. Það lifandi starfi í sveitarfélaginu okkar og klárlega margir sem að koma til greina og það örugglega skemmtilegt að fást við þetta en jafnframt ekki vandalaust, trúi ég. En það liggur fyrir tillaga að sveitarstjórn samþykki tillögu íþrótta- og tómstundanefndar að útnefna árlega íþróttamanneskju Rangárþings ytra og kostnaður færist á lið 0601 sem íþrótta- og tómstundanefnd. Orðið laust þessi tillögu. Ágúst Gjörsson. Já, ég tek undir að mér finnst þetta mjög góð hugmynd og algjörlega sammála þessu. Það er spurning útfærslu hvort að þetta væri íþrótta- og tómstundanefndin sem héldi utan þetta rétt eins og með umhverfisverðlaunin og þá var það umhverfisnefndin sem heldur utan málið. Hvort við bæta því við svo að það sé alveg ljóst hvar frumkvæðið í málinu. Já, ég tek undir að það mætti skerpa á því að íþrótta- og tómstundanefnd sæi þetta verkefni. Já, það má nefna það að í þessu í umræðunum þá var verið að velta fyrir sér hvort þetta ætti að vera einn einstaklingur eða 4, yngri og eldri og karl og kona en ég held að það hafi verið svona almennt talið æskilegt að þetta yrði einn einstaklingur sem yrði útnefndur í þessu verkefni. Ég tek undir það með þér. Mér finnst atriði að þetta sé einn einstaklingur. En það útilokar íþrótta- og tómstundanefnd ekki frá því að geta veitt einhverjar viðbótar viðurkenningar með öðrum hætti. En ég held að það fari vel á því að það sé bara einn einstaklingur sem að með þessa nafnbót á hverju ári. Ég held að það sé svolítið, það myndi rýrana ef að það væri verið ofnótana líka. En það eru auðvitað hægt að minnast á og vera með einhverja hvatningu til fleiri í leiðinni eða það myndi bara íþrótta- og tómstundanefnd meta, fyndist mér. Já, það er náttúrulega þetta er heldur ekki að slá út á borðinu að íþróttafélögin sjálf útnefni sína íþróttamenn. Það er að við hvetjum íþróttafélögin til þess að halda áfram að útnefna sína íþróttamenn og síðan er þetta bara viðbót við það. Það er náttúrulega fjölmörg íþróttafélög á svæðinu. Árið af þér, það á ekki að taka það yfir. Þau geta tilnefnt og tilnefnt marga til ykkar. En það er komin aðeins breyting á tillöguna. Sveitarstjórn samþykkir tillögu íþrótta- og tómstundanefndar að útnefna árlega íþróttamanneskju Rangárþings ytra. Íþrótta- og tómstundanefnd er falið að halda utan verkefni og kostnaður færist á lið 0601 sem er íþrótta- og tómstundanefnd. Orðið laust.
fleiri kveða sér ekki ljós, þá ber ég þessa tillögu til atkvæðis. Þeir sem geta samþykkt hana gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá fyrir við 10.2. Það er tillaga að fjölga bekkjum við göngustíga, einnig frá íþrótt- og tómstundanefnd. Yngvi, kallar þú aðeins segður okkur frá þessu? Já, takk. Það var svona bara verið að ræða bekkjar eða bekki fyrir fólk sem að labba hér svæðið, bæði hér á Hellu og annars staðar, að það kannski erfitt að það er langt á milli þeirra bekkja sem til eru. Þannig að ef að sveitarfélagi hefði tök á því að fjölga þessum bekkjum, þannig að sérstaklega kannski erum við upp með ánni, að það er komið nýr göngustígur þar upp með og eins bara inn á Hellu sjálfri. Það væri æskilegt að fjölga einhverjum bekkjum þar. Takk fyrir þetta. Fleiri. Það liggur fyrir tillaga að sveitarstjórn samþykkir að beina því til eignaumsjónar að leita leiða til að fjölga bekkjum við göngustíga í sveitarfélaginu eins og kostur er. Þannig að kannski við kemum bara mikið af bekkjum. En þeir sem að geta samþykkt, Margrét Gersvel? Já, ég er svona spáði hvort að við ættum frekar að breyta þessari tillögu og fela jafnvel umhverfisnefnd eða íþrótt- og tómstundanefnd að koma með tillögu, svona koma með útfærslu á hvar þarf bekki, þannig að þetta sé kannski svolítið skilvirkara og svo verði eignaumsjón falið að koma því í framkvæmd. Hvort að umhverfisnefnd kannski ætti að fá málið til þess að áttu sig á hvar bekkirnir eigi að vera. Þannig að það verði nú gert eitthvað í þessu, þetta tímist ekki svolítið. Takk fyrir þetta. Athyglisvert og góð ábending. Það var spurning hvort að við förum að flækja þetta of mikið, hvort að við getum bætt því við að eignaumsjón muni gera þetta í samráði við formenn nefndana og þeir hafi þá samband við sitt fólk, þannig að en það ekki bara. Þá hugsa ég þetta bara aðalega til þess að það fari nú ekki alveg úr böndunum og bekkirnir verði nú ekki í tugatali. Já, þetta eins og kostur er svolítið svona loðið finnst manni. Það er ekki alveg svona býður upp og ýmislegt, þannig að en við treystum því nú að þetta verði allt innan eðlilegra marka. Þar með hljóða tillögan svona: sveitarstjórn samþykkir að beina því til eignaumsjónar að leita leiða til að fjölga bekkjum við göngustíga í sveitarfélaginu eins og kostur er. Eignaumsjón hafi samráð við formann íþrótt- og tómstundanefndar og umhverfisnefndar. Þeir sem geta samþykkt þetta gefið merki. Samþykkt samhljóða. 11. Viðræðunefnd Rangárþings ytra og Ásarhrepps annar fundur. Hér erum við með 11, 12 og 13 þar sem að er fjallað sama mál nema það eru fundagerðirnar í röð, annar, 3. og 4. fundur. 11. og 12. í raun og veru fundagerðin lögð fram til kynningar en gætu tekist upp í 13. lið þar sem að fyrir liggur að viðræðunefndin er útrunnin á tíma og hefur óskað eftir því raun og veru að fá tíma til fram á páskum til þess að skila af sér til sveitarstjórnar og það er tillaga í 13. lið að vísa til afgreiðslu einstakra liða en fundagerðin að öðru leyti til kynningar.
orðið laust þetta. Ég vil bara nefna það svo það fari ekki milli mála. Það góður andi í viðræðunum. Þær ganga eins rætt og búast má við í sjálfu sér. Við byrjuðum auðvitað svolítið seint en við erum búin að ná utanum verkefnið og við trúum því sem að í nefndinni eru að þessi tími muni duga til þess að skila af okkur því sem til ætlast og stefnum á að það muni geta orðið. En þeir sem að geta samþykkt þetta sem að vísa þér til afgreiðslu einstakra liða en að fundargerðum öðru leyti til kynningar, gefið mér eitthvað meira Ágúst Geirsson. Já, það er þessi 3 fundargerðir og það eru 2 bara til kynningar en svo þessi síðasta tekið þá upp eitt atriði úr henni sem þú ert búin að vera að rekja og það var tillaga inn á þennan fund þarna undir þeim lið sem bara það sama. Já, þetta sem kom fram. Lögð fram tillaga að verkáætlun frá viðræðunefnd að ganga frá drögum að rammasamningi og áfangaskýrslu útfærslu einstakra samtalsverkefna fyrir páska. Orðið laust. Margrét Tarbækjarsson. Ég bara spáði það sérna tillaga að verkáætlun ekki bara spáði hvað felst í þessu, þetta bara að þeir eru bara að gefa ykkur tíma til fram að páskum. Ég get ekki séð neina, þetta ekki fundartillaga? Já, nefndin fékk á sínum tíma út febrúar. Þannig að við erum orðin umboðslaus í raun og veru. Þannig að til þess að við getum haldið áfram með sómasamlegum hætti og vilja sveitarstjórnar, þá erum við í raun og veru að óska eftir viðbótar tíma til að skila af okkur. Það er það sem felst í þessu. Já, bara hvort að ég ekki sleppa samt að verkáætlun, því ég get ekki séð neina áætlun. Þetta ekki bara lögð fram tillaga frá viðræðunefnd að ganga frá drögum að rammasamningi og áfangaskýrslu bara fyrir páska? Ég get ekki séð einhver tillögu að verkáætlun í fundargögnum. Ágúst Geirsson. Það er alveg örgljótt að orða þetta öðruvísi. En sko þetta er bara úr fundargerðinni, það er liðurinn verkáætlun viðræðunefndar. Við erum að taka úr honum þetta í rauninni sko. En þetta er kannski óskýrt og það skulum við bara laga. Í raun og veru, þetta snýst bara þetta. Já, skil ekki þessi verkáætlun, ég sé hana hvergi. Ég skilji að það er hann að þriðja liðurinn, verkáætlun viðræðunefndar, en þetta er slítið úr samhengi, bara hægt að misskilja þetta, þetta er orðið eftir þér. Við skulum bara segja þetta skýrta við tillaga frá viðræðunum, það þarf ekkert að vera verkáætlun, það? Nei, það má alveg vera að sleppa því. Skýrur það þannig, eða hvað? Hárrétt. Lögðu fram tillaga frá viðræðunefndum og ganga frá drögum að rammasamningi og áfangaskýrslu útfærslu einstakra samstarfsverkefna fyrir páska. Þeir sem að geta sann þetta gefa merki. Sagði samlega, takk fyrir það. Og þá fyrir við lið 14. Skipulagsnefnd Rangárþingsytra 79. fundur. Vísaði til afgreiðslu einstakra liða en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Að 14.1 Svínhagi SH17 byggingaleyfi. Bókun skipulagsnefndar, nefndin samþykkir framlögð drög að rökstuðningi og felur skipulagsfulltrúa að senda rökstuðningin til ráðuneytisins ásamt fyrirliggjandi tillögu að breyttu deiliskipulagi. Og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsnefndar. Þið hneypið í mig ef það er eitthvað sem þið vilja ræða sérstaklega en ég mun fara niður fundargerðina með þessum hætti af henni. 14.2 Landsvirkjun Vindlundur á Þjórsártungnarsvæðinu lagt fram til kynningar í skipulagsnefnd. Tekið undir það sveitarstjórn. 14.3 Haukadalur lóð B deiliskipulag
Bókun skipulagsnefndar. Nefndin hafnar beiðni undanþágu. Ljóst að staðsetning á mannvirki svo skammt frá Ytri-Rangá takmarkar nauðsynlegt rými fyrir aðkomu að og meðfram ánni. Nægt rými fyrir mannvirki á umræddri lóð. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsnefndar. 14.4. Álftavatn, stöðuleyfi fyrir gistiskála. Bókun skipulagsnefndar málum frestað. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsnefndar. 14.5. Fjallafang, Landmannalaugar, stöðuleyfi, bókun skipulagsnefndar. Nefndin samþykkir að veita stöðuleyfi frá 15. júní til 15. september 2015. Nefndin felur skipulags- og byggingafulltrúa að staðsetja umrædda starfsemi. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsnefndar. 14.6. Landmannalaugar, umsókn stöðuleyfi fyrir greiðasölu. Bókun skipulagsnefndar. Nefndin samþykkir að veita stöðuleyfi frá 15. júní til 15. september 2015. Nefndin felur skipulags- og byggingafulltrúa að staðsetja umrædda starfsemi. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsnefndar. 14.7. Hægi, lóð 16.5.217, byggingarleyfi sumarhús. Bókun skipulagsnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita umsækjanda heimild til að leggja fram tillögu að deiluskipulagi. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsnefndar. 15. Samtök orku sveitarfélaga. 19. fundur. Lagt fram til kynningar. 16. Lundur, stjórnarfundur nr. 10. Margrét Teppa, gjörðu svo vel. Já, mér langar bara að vekja athygli á, á þessum fundi, ég veit ekki hvort það við séð að neðst með fundagerðinni minnisblað, þar sem ég lagði fram nokkra spurningar sem ég vildi fá umræðu innan stjórnarlundar, af því mér finnst svona ýmislegt í þessu ekki alveg, mér finnst stjórn hefur einhvern veginn ekki fengið nógu skilabók hvað hún á að gera sem byggingarnefnd, þannig að falið störf byggingarnefndar og það einhvern veginn ekki nógu skilgreint innan stjórnar hvað byggingarnefnd, hvað við eigum að gera. Þannig að bara við svona kynnið ykkur þetta og hugsa þess málið, því að það mér finnst það þurfa að vera svolítið svona, hvort sem að sveitarfélögin komið með eitthvað erindisbréf eða setji ramma utan á það hvað byggingarnefnd á að gera, hvert hlutverk og ábyrgð hjá okkur, því að þetta stjórn fundar ekki reglulega út á byggingaframkvæmdunum, en samt byggingarnefnd. Við fáum minnisblöð af verkfundum, fáum þau, eða verkfundagerðir, við fáum þær sendar jafnóðum, en það einhvern veginn ekki komið nógu skýrt vinnulag innan stjórnar, hvað við eigum að gera sem byggingarnefnd og í þessari framkvæmd. Kannski það ekki neitt, en það væri voða gott að vita bara hvert hlutverk og ábyrgð okkar sem setjum þetta í stjórn. Þannig að við bara svona, þetta verður, svörin komi ekki fyrir fund, og ég fekk þau ekki send sem fundagögn fyrir fund, heldur voru þau lögð fram á fundinu, þannig að maður gæti ekki undirbúið sér mikið undir umræður á fundinu sjálfum, en það verður væntanlega tekið fyrir á fundi í apríl, stjórnarfundi næsta sem verður einhvers staðar í apríl, fyrir partinu í apríl. Þannig að já, bara svona þannig að þið séu svona meðvituð bara hvernig staðan með bara, annars bara frábært hvað að þetta sé komið í gang og svona, það mjög gott og gengur vel. Svona þrátt fyrir tíðafar, það svona setur aðeins strik í reikningin, það búið að vera svolítið frost. Það svona, setur pínu tafir. Takk fyrir þetta. Já. Ég tek nú bara undir þetta, vonandi bara verður nú hægt að leysa þetta. Við funduðum akkurat viðræðunefnd Rangárþings frá Ásarreps niður á Lundi daginn og fengum við svona aðeins að heyra af þessu, hvernig þetta þessu framgengur og svona og þessar vangaveltur. Og við verðum bara að trúa því og ég veit ekki, sveitarstjórarnir sjálfsagt fylgja þessu eftir og
og hafa einhver áhyggjur af því bara að þetta gangi allt saman vel og hérna bara fínt að vekja athygli á þessu og hérna við höfum öll áhyggjur að þetta muni ganga vel og hérna þetta verði allt í góðu standi. En orðið laust, fleiri vilja tjá sig þetta? Ég bara tek undir þetta, það er bara að gera að hafa þetta skýrt. Þannig að það er bara gott plan finnst mér að stjórnin taki þetta bara sérstaklega fyrir, fara yfir þetta. Og bara brýning til okkar allra að fylgjast með og hérna þessum frábæru framkvæmdum sem þannig í gangi. Vonandi fer nú veðrið eitthvað að skána þannig að þetta menn geti tekið enn hraustlegar til hendinni. Snar breytist allt helgina núna. Þetta kynningar, þá liður 17, Samband íslenskra sveitarfélaga, 820.50 fundur, hann til kynningar, 18, 237. fundur, stjórnarsjóðstöðvar Suðurlands, þetta kynningar, 19, fundur 13 félags- og skólaþjónustu, til kynningar, 20, Vatnsveita, 33. fundur stjórnar. Það eitthvað sem við þurfum svo að hafa áhyggjur af í framtíðinni heilmikið innlegg í honum í raun og veru og væntanlega verður tekið til betri og nánari skoðunar og verður meira gögnum þessu tengdu á aðalfundi sem verður núna á vordögum. Tilkynningar 20. Já. Þetta kynningar 21, skýrsla starfsemi félagsþjónustunnar, tilkynningar 22, sóum minna, nýtum meira, það tilkynningar 23, auðlindir, skipulag atvinna, það tillaga formaður byggðarráðs leggur til að næsta fundi byggðarráðs verði frestað frá viðvikudegi 25. mars til fimmtudagsins 27. mars klukkan 15 vegna ráðstefnunnar því mikilvægt að góð þátttaka verði frá Rangárþingi ytra. Við getum öll tekið undir þetta og þetta frágengið og litið á sem samþykkt samhljóða. Hvetjum alla til þess að mæta sem mögulega er þess kost. Þá voru 24 fyrirspurnir og erindi frá álista frá 11.2.2015. Ágúst. Yngvi Karl á undan, gerðu svo vel. Ég var ekki fundastjórn. Nei, ég bara þetta er erindi sem við vorum með hér síðast og viljum fá bara að sjá hvernig þetta lítur út. Takk fyrir það. Ágúst, þú ert með glóðvolk eða sjóðandi heitgögn. Já, Bjarna, takk fyrir Bjarna okkar. Jóni var falið þetta eftir síðasta fund að taka saman þessa tölur og gera þessa áætlun fyrir okkur og þetta hans niðurstaða. Hann auðvitað að nota reynslutölur og út frá öðrum gámastöðum sem við höfum verið með eða erum með og hann kemst að því að miða við þessar forsendur sem eru gefnar að þá er stofnkostnaður á gámavelli af þessu tagi ég er að finna hérna rétt plagg Þarna hefur ekki það er þetta, jú, það er þetta hérna. Þetta er stofnkostnaðurinn. Já, þetta er sem sé stofnkostnaðurinn hann telur hann vera sem sé 1.620.000 það sem er sem sé þá girðing umhverfis gámavöll á ákveðnu jærð
og síðan hlið sem þá bæði hægt að opna stórt hlið og líka gönguhlið og þannig og síðan rekstraráætlun að með hérna fyrir svona fyrir þennan völl og það þá út frá svona reynslugögnum með að við að vaktað svæði opið einu sinni í viku fyrir grófan úrgang og svo þessari flokkuna þá þetta rekstur upp á 2,3 milljónir á ári. Þannig að þetta er sjálfur sér mjög skýrt bara hjá Bjarna hvað hann telur kostnaðina. Svo hérna, það var bara mynd hérna af hérna hvað þetta gámavöllur gæti verið, það sem hann var bara og svona afstöðumynd og síðan hérna bara bókunin frá því síðast sem er svolítið forskriftin af líka því hvað var gert sko. Þannig að þetta liggur fyrir. Takk fyrir þetta Ágúst, orðið laust. Samt í þetta þessu hefur verið svarað og þetta til kynningar og verður væntanlega til frekari skoðunar. Þar með dagskráin tæmd. Margrét, já, ég ætlaði kannski bara aðeins áður en við lokum fundargerð við Sigdís okkur langaði bara að koma með smá bókun bara ástæðu hjásetur hérna í mál 5, við gerum það ekki áðan já. Bara hvort að við setjum hann inn núna eða áður nú slítu fundi eða alveg rækið, gjörðu svo vel. Við vorum ekki sendræði bara þetta er bara þannig að gefa ástæðu fyrir hjásetu. Ég sendi á þig. Jú, já. Hún leggst hana bara ekki upp fyrir okkur? Jú. Mjög undir þetta að sitja hjá þar sem engin fundagögn fylgja og því ekki nógu skýrt hver tilgangur og hagur rangóðings ytra að þessari ferð og það er Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og Sigdís Oddsdóttir. Takk fyrir þetta. Þá er dagskráin tæmd. Ég þakka fyrir góðan fund. Og eftir að við höfum undirritað fundargerð og gengið frá henni, þá segi ég fundi slitið eftir rétt rúmlega klukkutíma fund, vel að vikið. Takk fyrir það.